Góðan og blessaðan daginn, ég heiti Gunnar Ingi Gunnarsson og safnaðarprestur í Lofstofan Baptistakirkja. Þú ert að horfa á netþáttinn Apologia þar sem við tökumst á við spurningar hvað varðar kristna trú. Og spurningin í dag er kristin trú trúarbragð? Og það sem ég þekki persónuna sem kom með þessa spurningu og benti á þetta. Ég myndi segja, ég veit hvað hann að tala og þetta örugglega betur sagt á ensku, is Christianity a religion? Og já, ég myndi svara já, kristin trú trúarbragð. Það sem trúarbragð er kerfi í kringum hvað þú trúir. Ef að kristin trú væri ekki trúarbragð, þá væri ekki kerfi til dæmis að Biblian sé æðsta vald okkar fyrir trú og lifnaðarhátt. Það kerfi í kristinni trú. Það eru margir sem koma og segja kristin trú ekki trúarbragð, heldur það persónulegt samband, eða kristin trú ekki trúarbragð, það persóna, það Jesú Kristur. En það sem fólk að segja með þessu að kristin trú að hafa persónulegt samband við Guð og að Jesús Kristur sé frelsar okkur og svo framvegis. Og með því að segja þetta þá þau að sýna að kristin trú með ramma í kringu sig hverju við trúum og hverju við trúum ekki. Og það gerir kristna trú að trúarbragði. En það sem margir gera að gleyma því að kristin trú ekki bara að trúa réttu hlutunum og það hafi engin áhrif á hvernig þú talar við aðra, hvernig þú haga þér, hvernig þú lifir lífinu, bara nóg að trúa og hafa trúarbragðið og kerfið á hreinu. En það ekki rétt, þegar við lesum í Jakob, í almenna bréfi Jakobs í 2. kafla, ef við byrjum með versi 14, þá hann að tala hér trú. Hvað stoða það bræður mínir og systur, þótt einhver segist hafa trú en sýnir það ekki í verki? Mun trúin geta frelsað hann? Ef bróðir eða systur nakin og vantar daglegt viðurværi og eitthvað ykkar segir við þau, farið í friði, vermið ykkur og mettið, en þið gefið þeim ekki það sem líkaminn þarfnast, hvað stoða það? Eins líka trúin ein og sér dauð vanti hana verkin. En nú segir einhver, einn hefur trú, annar hefur verkin. Sýn mér þá trú þína án verkana og ég skal sýna þér trúna af verkum mínum. Ef þú trúir að Guð sé einn, þú gerir vel, en illu andarnir trúa því líka og skelfast. Fávísi maður vilt þú láta þér skiljast að trúin ónýt án verkana. Þannig að trú kristinna manna á að gefa ávöxt í okkar lífi sem breytir hvernig við horfum á lífi, hvernig við tölum við aðra manneskjur, hvernig við lifum. Út af því að við lifum ekki lengur fyrir sjálfum okkur sem okkar eigin guðir, heldur lifum fyrir hinn eina sanna Guð. Þannig að ef að eina sem þú ert með kaldur, dauður, rétttrúnaður, að þá ert þú ekki í kristinni trú. Hér segir hann, illu andarnir trúa Guð sér til. Ef við horfum á Guðspjallinu, þá það líklegast þeir sem föttuðu fyrst hver Jesús Kristur var, þá eru illu andarnir. Þannig að þú segir, já, ég kannski ekki rosalega kristinn, en ég trúi að Guð sé til. Ok, til hamingju, þú ert á sama leveli og illu andarnir í Biblíunni. Þeir trúa að Guð sé líka til. Þannig að hafa bara kerfið eða vita bara guðfræðina eða hafa bara rétttrúnað en það hefur engin áhrif á hvernig þú lifir þínu lífi, það ekki kristin trú. Þannig að kristin trú trúarbragð, en á sama tíma hún miklu meira heldur en bara að kunna á kerfið eða kunna að vita hverju á að trúa. Takk æðislega fyrir að horfa á þetta myndband. Ef þú vilt að við tökumst á við spurningu sem þú ert með, þá þið velkomið að skila við komment við þetta vídeo og við einnig senda okkur e-mail á e-mailið hér fyrir neðan. Ef þú vilt vita meir kirkjuna sem framleiðir þessa þætti, þá getur þú farið á lofstofan.is. Þú ert endilega velkomin á samkomur hjá okkur, við elskum að sjá nýtt fólk og ef þú vilt horfa á fleiri myndbönd, þá getur þú ítt á linkinn hér til hliðar.